Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við Rauða borðið á Samstöðinni verða að veruleika kvikna við það að maður er að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rak ég augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbókhlöðinni er að verða breytingar, svona í stuttumáli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann er komin hingað að Rauða borðinu. Sverrir Norland, vertu velkominn. Takk, Björn. Sko, ég er að fara rétt með þér, ekki? Já, sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar, það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum, en það er nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að leysa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin og helgar. Þetta er nú ekki alveg þannig að allir bókaverðir verið látnir fjúka, sko. Nei. Þannig að þetta er ekki alveg kannski, það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi og það er búið að slá einhverju upp og fólk er byrjað að tjá sig áður en það veit hvað máli snýst. Já. Sem er svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna. Hún Kamilla Einarsdóttir, rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu, búin að gera lengi, eins og konur í hennar fjölskyldu hafa gert, held ég í 3 kynslóðir. Hún vakti máls á þessu og hún var líka að tala skerta þjónustu. Það er alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum. Stytta opnunartímann, fækka kannski bókavörðum. Já. Þannig að maður bara svona, ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir. Já. Þannig að þetta er náttúrulega bara, við getum farið með þetta í svo margar áttir. Já. Sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða, ekki einstakt tilvik. Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það er dálítið hlálegt á þessum tímum sem við lifum. Já. Að við erum stöðugt og allir saman hvar við stöndum í stjórnmálum og ég tek það fram að ég stend hvergi. Ég er ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég er svo klár, heldur bara ég er einhvern veginn þannig gerður og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi sé gott nám og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur og mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setjum við einhverja kvarða á það sem virka ekki. Við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag. Skilurðu, einhverjum tölum og það virkar stundum og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona og mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að sko leiðum við áhyggjur af minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera að kaupa einhverja þjónustu, þá erum við alltaf að höggva líka í þessar grunnstóðir sem eru menntakerfið. Bókasöfnin eru rauninni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi. Náttúrulega verða til sko svona fyrstu almenningsbókasöfnin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það er orðið talsveit síðan. En maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi. Nei. Það er sammála. Skilur, þannig að og svo náttúrulega Landsbókasafnið er náttúrulega sérstakt safn, en það sem er að gerast er að sko þetta eru staðir þar sem að almenningur getur verið, borgar eitthvað lágt gjald á ári, hafa aðgengi að allir þessari þekkingu en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar svona líka við neyðarskýli fyrir fólk sem á ekki önnur hús ofta að venda. Og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina. Þannig að ég skil að þetta er mjög svona margbrotið og flókið mál sko. Þú ræddir dystópíu í þessu samhengi. Já,
en náttúrulega í grunninn það dystopískt ef þú ferð á bókasafn og aðalatrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt þér skilurðu eða þú leita bókum einhvern efni eða rættu þig það náttúrulega mjög dystopískt og fyrir þá einhver spurði nú reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útópía og dystopía. Útópía svona einhver staðleysa það sem allt í rauninni stefnir í þá átt að vera fullkomið en dystopía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldinni það sem búið að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ókvíkjandi eins og til dæmis svona þetta svona öryggissamfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa en við áttum okkur á þetta vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þó að sé nú kannski skárra hér á Íslandi við annar staðar. Já, en samt sko það víða vegið að vitsmunum sko, finnst manni. Já, það það. Já, fyrir ekki ég bara halda áfram. Ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko. Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skíin en hérna ég hef fylgst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2026 þetta langur tími, þetta 36 ár sem ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvæmt hefur verið í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu af þróun mennta í þessu landi í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna vinda fram mér hefur fundist sko, kannski komin aðeins út úr þjóðabóklöðinu þarna en mér hefur fundist að það sé margt sem bendir til aukinar stéttaskiptingar, vitsmunalega stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kenna því að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla hjá minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég af sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa 4 ára gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðu það sem skipti máli, dygður og svona einan veggja heimilana þannig að sko þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leyti staði í jafnfætis þegar þau komi fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í stað þess að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnarnar þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að gæta þessi jafnaðar sem að þeim ætlað að gera. Já, ég held að það sé alveg rétt sko. Ég sé þetta ekki endilega bara samt svona þetta sé stéttskipt, það það einhver leiti, þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko. Af því ég held að það sé svo sem alveg sama oft hvaða, ef við hugsaum Íslands samfélag þannig, hvað stiga samfélags þú kemur, þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili en það ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það alveg sami asinn. Ég held að sé óbæðslega bara álag á fjölskyldur oft minni tími fyrir oft fólk saman og það sem bara grunnurinn ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmenntum og listum og tónlist og myndlist og öllu þessu líka áhuga á manninum og samræðu og svona samverustundum og það náttúrulega kjarninn í námi og bókasafninu hluta því, staðir sem við hittumst og þetta svona hof til heiðurs sko hugsun mannsins og það gaman, þar eru að spjalla og leika okkur með hugmyndi, þú veist, það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því heldur að lesa heila bók, það alveg hræðilegt skilurðu, en það bara gaman það svo mikið þú tökum á því og það þarf náttúrulega að gera það skemmtilegt en ég held að þetta sko að
þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag, við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona, við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin. Maður heyrir miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag. Ég veit ekki hvort það hefur tekið eftir því. Það var bara svona, hann mjög vel lesin. Já. Og það svona, já, það frábært. Maður heyrir ekki eins mikið talað þetta að því að fólk heldur, ekki gaman að fjölir fólk, sko, en að það náttúrulega breyst þannig aðgengi að upplýsingum er svo mikið. Já. En ef þú hefur ekki einhverja grunnþekkingu og ert vel lesin, þá náttúrulega veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað á þess að vita hluti. Já. Þannig að þetta náttúrulega allt spurningum að þjálfa upp hugsunina. Þannig að þess vegna þurfum við náttúrulega að halda áfram að lesa, að kenna fólki að lesa og hugsa til þess að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vopn og geti byggt upp samfélagið sem er empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun. Mér sýnist staðan er mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við það. Þau eru náttúrulega svolítið eins og við. Þau koma bara endalausum skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara segjum að veri 2 blýjantaframleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum hinsins yrðu að nota þessa blýjanta. Þetta er rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiðir blýjantana. Það er sama með þessi skjátæki. Mér finnst þetta mjög skrítið. Það er ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur 2 fyrirtækja. En það sem við viljum er að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa eins og við höfum gert í aldanna rás og líka kannski nota þessi skjátæki. Og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu við það. Meira þess að Norðurlöndunum þau eru farin að banna síman inn í tímum og svo náttúrulega í mið-Evrópu ég held að breytingarnir séu miklu hægari. Það er meiri agi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni en þess vegna erum við að tala þetta allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu. Það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa Njálu þá á bara að leggja fyrir alla Njálu og segja bara þið hafið 5 vikur til að lesa hana svo er bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa Njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast. Það er þessi linkind gagvart sko, hvað íþróttirnar? Einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég er svo þreyttur þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það er það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á konu í Bandaríkjunum sem sagt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona prógram fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir? Eru það ekki BNM-ar? Jú, svona eins og BNM hann byrja 18 ára eða eitthvað þannig og það var svona ekki aðalfag en það var svona kúrs sem fólk og hvaðan fæið sem var gat tekið og áherslanir öll á að lesa bækur og svona í rauninni kanónu bókmenntir svolítið en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíman þau eru bara að lesa bækur og það er það sem að ungu fólki ávist að þykjast og ofbóðslega erfitt en hún sagði náttúrulega þetta var miklu vinsælla en hún bjóst við krakkarnir dýrkuðu þetta var allt öðruvísi en hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað og svo var þetta náttúrulega skorið niður þegar kom einhver nýr yfir skólan en það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum það var ekki vegna þess að þau gætið ekki þó að það sé alltaf það sem er sagt það var vegna þess að einhver mælikvarði á þú veist, væntanlega peningana þetta stangaðist einhvern veginn á við hann en krakkarnir vildi þetta þeim fannst þetta frábært þeim fannst þetta styrkja þau á öðrum sviðum sem voru að læra segir þessi kona, ég náttúrulega var ekki þarna og ræddi ekki við krakkana en ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla, fá að lesa, fá að reyna á sig, ströggla við eitthvað, taka þroska, tekur átt langan tíma, þá dýrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslari, því maðurinn hefur ekkert breyst. Við erum að, við séum að neita fólki þessi lífsgæði. Það er það sem ég óttast, sko. Að við séum að segja þau getið ekki, þau viljið ekki.
þau vilji þetta alveg þú veist, ég held það þannig að stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með Njálu að það væri bara fyrirlögn verkefnið bara að lesa Njálu þið fáið þarna next tíma og svona stóri vandinn við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að lifta að sko manni skilst að séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nemenda í skólum af erlendu bergi brotið. Já, heldur ég ætlaði að koma inn á það mitt. Já, og sko þetta ekki einfalt. Ég hugsa að sko ef við myndum ákveða að hafa þetta svona eins og þú ert að ræða, þá tækið alveg bara mörg ár, áratug kannski. Út frá því hve bjargirnar eru. Ég segi með þú sett kennaröð með nemendur, 20 eitthvað nemendur og kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál. Akkurat. Þetta bara algjörlega fordæmalaust í íslenska samfélagi. Já. En við Íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum. Við erum svo ung þjóð sko, sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd. Já. En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og til dæmis taka við fólki sem við eigum að gera en við verðum þá náttúrulega að hafa innviðin að gera það vel svo að brotni ekki allt í okkur. Já, við verðum að hafa, hvað mann segja, þjóðarviljan, við verðum að hafa samfélagssáttmálan að sko núverandi ástand gangi ekki. Nei, og maður finnur til með kennurum sem standa frammi fyrir þessu verkefni. Þannig ég skil það náttúrulega, þeir séu bara þeir eru bara oft ráðþrota held ég sko. Já, þeir eru það. En svo heyrir maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðinn fyrir að nemendur lesi þær, það var einhver kennar að segja frá því sko og þá þetta orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra að synda en sundkennarin í rauninni með þau í fanginu að synda, skilur yfir en þú veist, og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega það náttúrulega einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá þetta skóli án aðgreiningar, þá kemur það inn. Já, ætla að sé eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi, raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir þig? Nei, bara enga veginn sko. Nei. Bara ástin bara vinna og stundum bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og það sama með að ætla að ná árangri á einhverju sviði, þú eru bara að leggja mikið á þig og það annað sem ég hef svolítið áhyggjur af sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað þau kunna það ekki og það er svo bara þurfa þau ekki að leggja það á sig að þau fá ekki tækifæri til þess það er bara einhvern veginn og svo koma þau út í lífið Hvað þá? Nei, ég meina, þú veist, það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einhvernir í laganámi á Íslandi í dag af því þau eru að borga fyrir námið og þetta er náttúrulega bara söluvar árið eins og hvað annað en svo ræður þau enginn í vinnu því þau eru ekki búin að það er ekki gott fyrir þau þar er þeim ekki sýnd virðing veist, þetta er bara eitt dæmi skilur sem ég þekki frá þeirri stjætt og mér finnst ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt sko. Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta og sko óttin að eitthvað geti komið fyrir áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa þessi hugsun náttúrulega stór varasöm og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko aukna öryggisvörslu á þjóðarbókhlöðinni en minna vit því að það er svolítið samtíminn stundum finnst manni það er svolítið samtíminn að mér varð hugsað til allar áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég liggur við að segja sko sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leyti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, þú ert að hlaupa 10 kílómetra eða hvað þú ert að gera sko. Að verða þreyttur og slaka svo á og finna velíðunina sem fylgir því að þú læðir það á þig að verða þreyttur
og svo hvílistu og þú sefur. Þetta að miklu leyti bannað í dag, að skapa þær aðstæður að börn og ýmsir aðrir verði þreyttir. Að verða svangur, hvað betra en að verða svangur? Og það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð, og svo svalarðu henni þegar þú borðar, saman með þorstan, að verða þyrstur og svala svo þorstanum. Hver er andstæða þess? Það brúsin. Það þessi síbrúsi. Ég skrifaði þetta fæslu það einhvern tímann líka. Þú þolir það ekki? Hún fór út allt. Þolir það ekki frekar en ég? Mér finnst þetta bara brúsin sem meiri segja í sundlögunum, þá fólk eigrar með brúsan, sko. Já, eigrar með brúsan. Og þetta allt saman, sko, þetta einhver útþynning allra hluta. Þú ættu koma í veg fyrir að eitthvað verði. Og með því gætir orðið þyrstur. Já, og þetta svo í umræðuefnum okkar, áherslum, vitsmunalegum áherslum og bara öllu daglegu lífi. Já, en þetta mikið, sko, líka á svona íslenskum skrifstöðum, þá eigrar fólk með þessu stóru brús, og ég tek fram viðkvæmu tilfinningarhýslur. Ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það sem það vil. En það má grínast með allt, af því að það svo mikil kærleikur í því að grínast með hlutum. Það líka eitthvað sem við erum að gleyma, og það held ég eitthvað sem kemur með bókmenntum og hugsun og alltaf hugsun og möguleikum áttum. Ef þú ert að grínast með eitthvað, þá ert ekki að gera lítið úr því oft. Þú ert ekki að sko, ég er ekki að segja þið eru asnaleg. Mér finnst það bara fyndið, mér finnst margt mjög fyndið. Og þú sérð fólk eigrar skrifstofurýmin með þessa risastóru brúsa, eins og það sé stöðug hætta á einhverjum vatnsskorti og þurrki, og þú veist, það eru kranar út allt og glös og þetta bara svona, við aldrei verið jafn öruggum aðstæðum, og við hér á Íslandi þar sem bara rennur vatn úr krananum, en einhvern veginn gerist þetta. Og hérna, já, en við erum alltaf komin Nei, ég held að það tengist allt saman. Já, og sko, farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan, einmitt, bara smá hörk, og sjáðu blikið kvikna í augunum á þeim í ferðalok. Þau hafa gott að þetta mikil áskorun fyrir foreldra, held ég, í dag. Af hverju? Af því að það í kringum þig alltaf, þú veist, það allt, þú getur ekki farið með, þú veist, Íslendingar náttúrulega skrýtnir, borða svo mikið sykur, það alltaf nammi, það nammi allstaðar, og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom og gefið þeim nammi, eða þú veist, þú ferð á eitthvað svona sem tengist íþróttum og það einhver uppskýrhátíð eitthvað, og svo eftir þá bara endalaust af nammi og kökum og gosi og svona. Það alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust, sko, sem bara fínt, en þú veist, það væri líka að gefa þeim eitthvað annað, eitthvað hollara. Þannig að það alveg áskorun að koma, þú veist, það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárinn sé ekki sínálægur og það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi. Þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu, sko, bara finnur þig. En hana, þú veist, þetta stöðu áskorun. Ég samt ekki alveg sammála með, sko, með hreyfinguna, af því mér finnst það svo áhugavert, það er svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt. Að, sko, það er náttúrulega gott fyrir okkur að hreyfa okkur, en einu sinni, þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklerar vinnu. Fólk annarkort bara svona, svolítið svona, með svona smá svona setumíkt, kissetumíkt, eða bara svona rosalega svona líkamsræktar þjálfað. Ég bara teki eftir þessu og það allt í lagi. Fólk má bara vera eins og það vill, en þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega, í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað, eða þá við gerum það ekki. Fólk lappar náttúrulega lítið hérna í borginni og svona og við erum á bílunum og eitthvað. En ok, það bara allt í lagi, það frábært að rækta líkamann. Og mér finnst mjög mikilvægt að gera það, reyna að finna tíma til þess, en það sama með eins og lestur. Það næstum því eins og þú þurfir að réttlæta það að sitja og lesa bók, eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn. Skilur, ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum, hann sagði stundum síðdegis, þá var ég ennþá í vinnunni, en ég sit bara og les. Og þá finnst fólki oft eins og geti komið að trufla með því ég sé ekki gera neitt. En ef hann væri, skilur, á hlaupabretti í ræktinni, þá kemur ekki einhver og segir við hann, heyrðu, viltu koma, hann upptekinn. Þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og
Guði sé lof fyrir það fólk sem les og hugsar, skilurðu, það oft dýrmætara en sá sem, þú veist, Guði sé lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupabrettum landsins, en þú veist, hvort mikilvægara í rauninni, það náttúrulega bara gott að gera hvort ekki. Þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leyfa fólki að vera í tómi þess að það færa að hugsa, færa að lesa, mér finnst það bara, og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa. Ég næs ekki alveg, en það ekki gauf. Og markaðurinn einn að ráða því hvort það réttlætanlegt að Já, það náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar, og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni hugmyndafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtækari hátt, skilurðu. En ég tók eftir því, sko, það var eitt orð sem að ég hjó eftir, þannig að sem að nota talar sko minkandi áherslu á vitsmunagreind. Já. Farðu aðeins yfir, sko, lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur. Farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar típur af greind. Já, en sko, hann vantar ofta á íslenskuna svona bara orðið intellektual, sem náttúrulega bara skammarir það á íslensku. Við eigum, þú veist, mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona. Það hefur eiginlega aldrei mátt vera klár á Íslandi, af því að þá ertu í rauninni einhvers konar trúður. Og á þessu spratt hérna orðtækið að sjaldan verði bókvitið í askan að láta. Já, akkurat. En það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á þeim tíma. Og þetta náttúrulega alltaf öðruvísi, þú veist, í Frakklandi, Þýskalandi og þessum löndum, þá það sem að fólk getur líka rignur oft upp í nefið á fólki, en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu. En ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til, svona opinberar vitsmunaverur, getur þýtt einhvern veginn þannig, þær á hverfanda hveli. Það eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag. Mér gott dæmi sko eins og Susan Sontag, bandarískur rithöfundur í New York, sem var líka bara svona kultúrfígúra. Thor Vilhjálmsson, ömmubróðir minn, var eiginlega svona típa á Íslandi, sko. Þau voru náttúrulega bæði rithöfundar, en þau voru meira en það. Þau voru alltaf á listasýningum, í bíói, alltaf að upphefja menninguna, og það var ekki síður hlutverk þessa fólks. Svona fólk að svolítið skornum skammti í dag, en hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki, og það frábært, og grínistar eru oft mjög klárt fólk, og grín kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín, að geta séð og við hlæjum saman og eitthvað svona, en það samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlæjum að því, eða hlæjum með því, eða hvernig sem það Þannig að þetta eitthvað sem ég teki eftir, og vitsmunagreind þá sko tilraun hjá mér til að, þú veist, bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual, bara skilurðu einhverja svona pursuits á ensku verið það, skilurðu, þú veist, bara einhver svona það sem hefur í rauninni bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandlegsvöðuna, þá erum við í heilaræktinni að hugsa, og ég gott dæmi það, þú þarft ekkert að vera eitthvað ofboðslega klár til að gera þetta. Ég miklu hugmyndaríkari en ég klár, fyrst mér. Skilurðu, sumir eru ofboðslega klára á einhverju vissu sviði og geta alveg svona, skilurðu, og ég ekkert að gera lítið á mínum vitsmunum. Þetta þetta hluti af gríninu líka. Þú veist, en skilurðu, við höfum þetta öll. Alveg svo allir geta hreyft sig. En við erum svolítið hrædd við þetta og smeyk. Og mér finnst það ekki gott, og þetta sama með að, þú veist, við tölum síður að einhver sé vel lesinn, og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanlega, eða það sé hægt að finna allar upplýsingar, það sé einhvern veginn að efla okkur, en upplýsingar og viska eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn. Nei, ég nefnilega mjög ánægður með, sko, að þú varst að tala heilan áðan sem vöðva. Og hérna einn vinur minn sálfræðingur, hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva. Ef þú notar hann ekki, þá vissnar hann. Það þannig. Og hérna ólík svæði í heilanum náttúrulega. Já, og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar.
heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að því að tala menntun en ekki hinn almenni maður. Bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag og nú ég ekkert að segja að það með ekki þrífast líka, það á að þrífast líka en ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram og við þurfum náttúrulega að styðja vel undir það er bara mikil sorgarsaga og það er efni og heila marga þætti en sko þá eru skrifin og svo stórum stíl næstu einvörungu bara það sem eru fulltrúar einhverja hagsmuna fyrirtækja eða þú veist kennarar eru á fjallumál kennara en aðrir láta sig það síðu varða og það er líka smá óþægilegt og þessar opinberu vitsmunaverur sem vorum að tala og bara rithöfundar til dæmis en bara allskins fólk sem hugsar það er að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það er bara eins og vettvangurinn fyrir þetta hann er ekki mjög stór í dag og það er eins og fólk sé oft svolítið hrætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnur hjá en kannski til langstíma er líka í þáu hagsmuna að við erum að hugsa fólk veirar sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og þá býr til óbúslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður er að tala eitthvað svona stærri hátt þá er fólk þakklátt fyrir það. Já, það er þannig. Ert þú stúdent frá MR sjálfur? Já. Þú segir MR jafnvel tekin að auglýsa námið verði auðveldað og einfaldað eins og sig að ræða söluvöru til neytenda. Það er það náttúrulega aðsókn í MR hefur minnkað en það er náttúrulega því að hann illegi okkar ágæti ráðherra bara vænsti maður held ég steig það óhylla skref að vera ábyrgur af því að stytta námið sem hann vissi kannski ekki þá að væri örugglega vakti bara gott fyrir honum en ég hef ekki hitt ég man alveg hvað vakti fyrir honum ég tók við hann mörg viðtöl meðal annars sjónvarpsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenski stúdentar útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkar og öflugar og við myndum græða svo mikið pening á þessari breytingu þetta voru rökillu náttúrulega fá vel menntað og gott fólk til langtíma þannig að þeir glemda pæli því já en það er bara það sem atvinnulífið þarf að gera þess vegna þarf þessa umræðu og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú sem er mjög þenkjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer Þú er það að auglýsa það í dag? Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en kannski það sjálft sko talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólinn styttur ég maður bara sjálfur maður var að hjakkast í sömu hlutunum aftur og aftur í grunnskóla 10. bekkur er bara óþarfur segja óbúslega margir nemendur en ég veit það alveg að eins og MR ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínu styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálinn og það allt gott hjá þér að fara í hina áttina já, ég veit það ekki en og það var 4 árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum ennþá alveg á fullu og svona, þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf þess ábyrgð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða því niður í 3 ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku sama hvaðan hún kemur sem er á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar ég bara segi sömu sögu því miður Akkur er ekki bara ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið það er ekki, þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það er ekki eins vel undirbúið þannig að þetta er dæmi pólitískt hugleysi að sko, við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök við erum held ég öll sammála að það er nær að stytta á grunnskólanum en pólitík er bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendur vilja heyra daginn áður en að fara á kjörstað þú veist og við Íslendingar erum náttúrulega alveg sérstaklega sko svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilega skýringar við erum ekki góð í langtíma hugsun og strategíu til langstíma við erum vertíða þekkjandi og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætlega eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt er bara einhverju kerfi og löng tradisjón og svona þá erum við oft en það er líka okkar styrkleiki en það er eins og við séum komið núna á einhvern svona
vendipunkt með, sko, sko, agaleysi í skólum, áhyggjur af náminu, staða bara tungumálsins okkar og þú veist, verðbólga hér á landinu, stress og álagið á fólk, þú veist, og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa á þess að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta. Ég held að og 500 manns að reyna að ná í þig akkurat bara á þeirri mínútu. Svo sendir þér einhver skilaboð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma, þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi. Það eitthvað svo mikið einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu, ég held að við þurfum bara stundum að stíga inn í bókasöfnin og anda rólega og nú þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum bara kannski búið að setja upp ísbúðar og vera kyrr, staldra við. Já. Sko, það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að impra á hér til dæmis inn á Alþingi. Nei. Það mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það alltaf endalaust verið að tala um peninga. En það ekki verið að tala um það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún sennilega mest öll peninga. Já, hún það og það þarf að sanna fram á það að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það allt í lagi, en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala um þegar það talar um peninga. Veist, hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík, þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík og það held ég að fari síður inn jafnvel, þetta stóra orð, á geðdeild eða spítala. Ekki síst ef það með græni blettir í kringu. Já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga. Þetta ekki, sko, framkvæmdaraðilinn hefur ekki augljósan, sko, haga þessu árið eftir. Reyndar ef hann strandar með fullt af íbúðum sem hann getur ekki selt, af því það ekki birta, þú veist. En þetta spurning um peninga. Eða ef við mentum fólk, sko, líka í svona húmanískum fögum, þannig að það læri að tjá sig, skilja tilfinningar, takast á við erfiðleika, svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnureikandinn, það ekki gott fyrir hann. Ef þessi manneskja hefði kannski átt, sko, meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig, hefði þessi tól, þá kannski myndi það skila sér. Þetta einhvers virði í peningum, það ekki hægt að mæla þetta. Og ég held bara að þegar við erum að tala um peninga, þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru, af því að þetta tengist allt. En við getum ekki hort svona langt, sko. Nei, sko... Ég þurfti eiginlega að hlusta á allt sem ég er búin að segja og gera neðamálsgreinar og finna gloppurnar og þetta svo... Þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur. Þetta má ekki vera óvísindalegt. Nei. En sko, ég held að verð á morgun með beina útsendingu hér á Samstöðinni klukkan 16 með nokkrum Íslendingum og þar verður eitt umræðuefni okkar, sko, hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með því að beita rafbyssu á Suðurnesjum og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helju með 50-60% brunasára á norskum spítala eftir það. Að hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona, þú veist, hvort það störf þingsins eða óundirbúið fyrirspurn eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einasti þingmaður núverandi tók það mál upp. Þetta eitthvað svona mál sem snýst alveg, sko, rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar. Stertir á örygginu líka. Já, líka öryggi. En getur ímyndað þér, sko, hvað Píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem voru alltaf að hjálpa okkur að fá balans, það var svona einhver straumur, einhver mainstraumur og svo kom eitthvað mótvægi og mótvægi var aðeins minna heldur en mainstraumurinn, það var ekki aflmikið en maður fekk samt, skilurðu,
einhvers konar mótvægi. Núna ekkert mótvægi. Nei. Ég svo sem ég vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko, þá held ég að líka að þessi svona fólk veigra sér miklu meira til að taka afdráttarlaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samhengi, það allt tekið upp, því öllu dreift skiluru á samfélagsmiðlum á netinu. Já, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni? Að hérna krakkar á tilteknu aldurspili, þeir eru að stóruleyti hættir að þóra að dansa. Já, það er þannig. Á skólaböllum. Sko. Já, því það tekið upp og svo gert já, kannski grína. Já, mögulega, og þá ertu bara komin á internetið með aðstæðanlegt dansspor. Krakkar dansa ekki mikið lengur, sko, sem er mjög leiðilegt. Hræðilega en sorglegt. Ég tók eftir þessu, ég var á ferðalagi útlöndum og fullt af ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við. En ég veit, en ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þig niðri, en það allt þetta að dansa, lesa, tala, spila og bara svona aðeins bara svona get ekki of alvarlega. Við einhvern veginn, þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir þessu, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem hann langar að tala við konu, hann kann það ekki að því hann aldrei talað við konu áður skilur eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera það því ef hún hafnar honum þá er það kannski tekið upp á myndband og svo er gert grín á honum. Þetta svakalegt og þetta náttúrulega mjög grimmdarlegt þetta líka þetta eftirlits þú veist, að því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan er margbrotin og flókin þá er það ennþá erfiðara að skilja að það er þannig. Já, við erum náttúrulega öll meira með einhverjum panoptikum vítarhing, bara Foucault sjálfskeipiðu helvíti nei, það er bara þannig en ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getur við raunverulega gert? Þú veist, mann er sagt að maður er að byrja heima hjá sér og hvað er þú að gera? Svona til þess til að reyna að laga þetta ég náttúrulega, innan börni mínu náttúrulega mikið af bókum og svo er ég að reyna alltaf að hvetja þau til að eins og Alma dóttir mín teiknar óbúslega mikið og alltaf það er fann að gera það líka og svona sko spila á hljóðfæri og gera allt þetta sem er svona áþreifanlegt sko en auðvitað eru þau líka stöðugt að biðja að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það er allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítengt og heyra þá þú veist, læra hitt tungumáli betur og svona og alls konar en ég hef náttúrulega verið bara fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meir út í einhver svona actual svona loftslagsbaráttu störf en svo ákomst ég á þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það þannig ég til dæmis gátt bók sem heitir Stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað hana þar fjallaði ég náttúrulega líka tæknina sko og svo er ég bara það að skrifa svona sem er svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja færslu á Facebook skiluru sem er náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko en þá kannski eins og svona færsla 50-100.000 manns sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skiptir það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað mér fannst þess að ég þurfti stöðugt að vera að gera ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég orðið eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það er ekki mitt hlutverk það er náttúrulega líka mjög megalomannist og skrítið, ég er ekki að segja ég hef hugsað alveg þannig en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðulítið er að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem heitir Talaðu við alla það sem ég fæ það markmið fæ það sem sagt hlutverk eða verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það er og svo fæ ég mínustig ef ég gera það ekki og eitthvað svona og sá hvað kæmi út úr því en það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hver sem við stöndum í pólitík, hver sem við erum í atvinnulífi við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn það eru allir skilur að ströggla við það saman, þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki
að hreyfa sig, að borða gulrætur, heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra og tala við ókunnuga líka og tala við fólki í kringum okkur. Við erum bara eins og tré í skógi, sko. Og ef við gerum það ekki, og ef við kunnum það ekki lengur og svo Íslendingar alltaf svo feimnir, ég hef engan tolerans fyrir feimni, af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti. Já, alibæ. Þú veist, það er bara að þú nennir ekki að sýna öðrum áhuga. Ferðu í sund? Ég fer í sund. Það er náttúrulega, þar er síðasta við, sko. Já, það spjallar fólk saman. Það spjallar fólk. En svo má þetta ekki heldur við ganga of langt, af því ég hef alveg, fólk tekur mig stundum talið, hefur ringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opinn við því fyrst, en þá maður líka að passa sig, sko. Veist, ég er ekki að segja að þú er að vera algjörlega opinn gagnvart öllum og alltaf að tala við alla, þú verður að vera með einhverjar varnir líka, en ég held að ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum, þá, að því það er orðin svo mikil paranoia líka, við erum alltaf að rífast á netinu og svo sjá hvort annað og þetta, en þetta eru bókmyndirnar, þetta er námið, það er að kenna okkur að lifa saman í samfélagi, fyrst og síðast. Svo er ekkert mál að læra á Excel, það er ekkert mál að læra á lögfræði, það er leikur einn. Þú veist, þú þarft ekki, en að læra að vera manneskja og læra að tala við fólk, það tekur all ævi. Og ef það er vanrækt í menntakerfinu, þá getur bara lagt menntakerfið niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima. Þú veist, ég er svolítið þar. Þetta er bara frábæri punktar. Og hvers virði er líf, svo ég komi aftur að áhersluna á öryggið og áhersluna á að koma í veg fyrir að eitthvað geti komið fyrir, að hérna, hvers virði er líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg. Já, það kemur líka fram í skoðanaskiptum, þú ert alltaf að segja eins og minnst það er samþykkt, en það er allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem er aðeins rangt eða móðgar einhvern, ef sá sem móðgast bregst við því og bendir viðkomandi á það, viðkomandi kannski að fatta það, heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta, fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti. Þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía. Ég held að hafi verið það er mjög dystopist en við getum ekki lengur, en ég held að hafi verið húkkur til þess að líka fá viðbrögð. Kannski. Íkjur eru náttúrulega hlutaði að vera til. Stundu þarf maður náttúrulega ytta og íkja og skvetta nokkrum köldum vastrópum framann í náungan. Það er bara alltaf leið. Og við eigum einmitt að geta gert það, annars þau þurfa neitt að óttast. Annars verður lítið fútt í þessu öllu, sko. En mér hefur fundist ótrúlega gaman að kynnast þér. Við höfum bara aldrei hist áður en þú var svo vænn að koma til mín í þennan þátt Sverrir Norland. Takk fyrir mig, Björn. Já, þakka þér og endilega halda áfram að ögra og skrifa og búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spila þig. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.